Já, komið sæl. Það nú búin að vera nokkuð þaursætnar laðirnar sem hafa verið að ganga hérna milli Íslands og Grænlands undanfarna daga og þetta nú svo síðasta í þessari röð og það verður hvasst á Norðvesturlandi í kvöld og eitthvað fram á nóttina svo að þetta nú svo aðeins byrja að ganga niður en þó verður nú einhver strekkingur á Norðvesturhorninu á morgun en við svona svo þegar líður inn á helgina þá þessi suðvestanátt úr sögunni. En við skulum skoða hvað að gerast að hitasviðinu hjá okkur að það nú þokkalega hlýtt hjá okkur og hitatölurnar þar fóru upp í næstu 20 gráðurnar á Austurlandi í dag og við skulum skoða hvernig þetta þróast hérna áfram hjá okkur. Það svona fer nú aðeins að kólna hjá okkur og svo reynda svona á sunnudaginn að þá á nú að fara að snúast til norðlægri áttar og þá fer þetta kaldaloft hérna fyrir norðan okkur að koma inn á landið. Ef við skoðum hvernig kortið hérna í kvöld að þá klukkan 21 í kvöld að þá eru gular vindaviðvaranir í gangi í Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum, Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra og þetta sem sagt vegna þessa sunnan og suðvestan hvassviðris sem að ganga yfir þegar þessi skýli frá þessari lægð á leiðinni yfir en þetta kemur til með að ganga allt saman niður í nótt svona mestu leiti og strax klukkan 8 í fyrramáli þá sjáum við að það fara að létta talsvert til hérna á Norðurlandi og vindur bara nokkuð hægur en áfram strekkingur hérna á norðvestan til og það gulvundaviðurinn í Breiðafirði sem að verður í gildi á morgun alveg fram á annað kvöld. En síðan þegar líður á morgundaginn að þá sjáum við að það fara að létta talsvert til á öllu landinu og fínasta veður hérna, besta veðri hérna áfram á Austurlandi en þó nú farið að létta svona líka talsvert til hérna á suðvesturhorninu og þó að það verður nú svona einhver strekkingur en svona mestu vindurinn hérna á norðvesturhorninu. Nú síðan áfram á sunnudeginum að þá fer norðanáttin að láta á sig kræla þá við sjáum að þá fara hitatölurnar strax niður komin hérna 4-5 gráður hérna norðvestan til og svona verður svona dálítið rigning svona með köflum svona nokkuð víða en síst hérna norðaustan til eða austan til en þar ætti nú verða svona frekar þungbúið en síðan á mánudaginn að þá norðanáttin komin á fulla afli hérna til okkar hitatölurnar komna niður 3-4 stig fyrir norðan og farið að frysta hálendinu og farið að snjóa þar en svona ætti að vera skást hérna á Suðurlandi þar sem að verður nokkuð bjart en þriðjudagurinn hann lítur líka svona út svona nokkuð stíf norðanátt og úrkomið samt hérna norðaustanvert landið en verður svona að fara að létta til landið vestanvert. Við skulum þá kíkja á hvað að gerast í kringum okkur. Það áfram heitt hérna í Skandinavíu og það hæðarsvæði hérna í Austur-Evrópu sem að sér svona þessu svæði við hlýju lofti. En það reyndar óstöðugt loft hérna yfir svona Frakklandi, þar eru miklar dembur á morgun en bæði hérna Balkanskánum og Ítalíu ættu nú að vera fínasta veður og hlýtt og að það verður kannski einhverjar dembur svona á og til. En á Íberíuskaganum farið að létta mjög til og sólin farin að skína skært en það gæti svona verið einhverja skúraleðingar svona allra nyrst. Ef við förum þá til Kanaríeyja þá fínn dagur þar á morgun, það svona hæg norðlæg átt og svona skíða með köflum eða jafnvel léttskýjað og hitatölurnar svona nálægt 25 gráðunum. Ef við förum vestur hafa að þá nú áfram þetta skúraloft hérna við Mexíkóflóa eins og það búið að vera þannig að það miklar svona mikið þrumur vera þeim slóðum og einnig hérna með úrkomusamt hérna með austurströndinni en vestan til og svona yfir miðregjónum þar sólríkt og hlýtt. En við endum þetta á korti morgundagsins, það eins og ég segi, það hvassviðri sem að ganga yfir núna norðvestanvert landið, gengur niður í nótt en verður nú áfram eitthvað stífur vindur hérna norðvestan til á morgun en síðan léttir mjög til með allt land þegar líður á daginn. Skulum segja þetta gott að vera í kvöld, verið sæl.